Já, komum alltaf fyrst á vorin og í miklu magni þá og svo kemur lægðættur í maí, júní og svo koma fellifuglarnir í júlí, ágúst og svo tínast þeir svona smá saman í burtu allt haustið. Getur útskýrt þetta hugtak fellifuglar? Já, þegar að fuglinn fellir í fjærurnar verður óflegur tíma, þannig að þá því tímabili eru svona 5-6 þúsund álftir í lóninu og þá eru líka konið fullorðnir fuglar með unga frá vori. Þannig að síðan svona segir smá saman tínast þeir í burtu og alveg fram í nóvember. Það nú oft yfirleitt lítið eftir þá á fuglum. En eftir að koma hérna vorin og dreifa þeir sér þá hérna Suðurland eða víðar? Já, þetta náttúrulega fuglar sem koma hérna fara alveg örugglega norður og svo í Skagafjörð á þá leiðina og væntanlega líka hérna eitthvað vestur eftir. En álftir koma líka landi á Suðurlandi, þannig að dreifast þar Suðurlandið og Vesturland. Veistu hvað þetta eru margir fuglar sem að koma hingað svona meðaltali? Það nú ansi stór hluti á stofninum. Við getum talið á besta tíma í apríl 10.000 álftir og það talað að álftastofninn á hausti sé svona 25.000 fuglar og af þessu eru svona cirka 2.500 varpur sem dreifast svona náttúrulega allt land. Þannig að þetta er mjög tilkomið mikið, sérstaklega hérna á vorin, en allt árið mikið af fugli, alltaf gaman að stoppa hérna og skoða. En þær fara ekki allar eða hvað? Nei, það eru, ég svo sem ekki alveg viss hvað mikið á landinu, það mætti gera ráð fyrir að væri örugglega alltaf 1000 fuglar á landinu yfir veturinn. En hérna í lóninu þá skiptir máli hvort það frjósi snemma. Ef það frýs október, nóvember, þá yfirleitt engin fuglar yfir veturinn. En í svona góðum vetrum þá þetta svona kannski rúmur 100 fuglar sem eru á því svæði. En núna þegar að fuglarnir eru að búa sig undir að fara úr landi, eru þeir að fitta sig fyrir flugið yfir hafið? Já, þeir eru náttúrulega að fitta sig mikið hérna, bæði af gróðri í vatninu og svo fara þeir nú svolítið upp á tún hjá bændum, því miður má kannski segja, það nú ekki vinsælt. Og svo hafa þeir núna undanfarin ár verið að fara mikið í berjamá, tína mikið af krækiberjum hérna. Er það nýbreytni? Já, maður ekki orðið var við þetta nema svona kannski síðustu 2-3 árin og langmest núna í ár og þetta virðist nú gera þegar stendur hátt í lóninu að þá ná þeir illa niður og fara upp á land. Þið fylgist með ferðum þeirra allt árið eða hvað? Já, á okkar svæði, náttúrulega fylgist við nokkuð vel með og svona vitum nokkuð hvar eru álftir til þessi veturinn og yfir sumarið. Þetta náttúrulega gríðarlega tilkomu miklar skepnur. Mjög svo og maður heyrir bara á erlendu ferðamönnum að margir hverjir þó ekki áhuga á fuglum þá að stoppa í lóninu og sjá allan hann fjölda. Þetta oft það sem einna minnistaðast að horfa þarna á þetta 4-5-6 þúsund álftir.